gerist áskrifendur á samstöðunni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Byrja á að fá fullt nafn. Ég heiti Helga Rut Guðmundsdóttir. Sæl Helga, við erum að velta fyrir okkur ferðamannaiðnaðinn og hvað almenningi finnst fjöldaferðamanna, atburði, liðinnar viku, eða liðinnar helgi, maður svo ruglaðir hérna í fríinu, og svo líka bara regluverk og ramma og allt þar á milli. Hvað segirðu, hvernig finnst þér ferðaþjónusta? Þetta stór spurning. Maður skilur að ferðaþjónustan eitthvað sem við erum að stóla á varðandi tekjur og slíkt, en það augljóst að við erum ekki alveg að valda þessu mikla straumi og það þarf alveg augljóslega að athuga með reglur og þú leggur þetta svolítið upp í ljósi síðustu atburða. Það er alveg hræðilegt að slys af þessu tagi geti átt sér stað og það augljóst að það viðbröðin eru þau að það þarf að taka á þessu. Ég veit ekki hvað ég segja, sjálf ferðast ég talsvert og það sem allir ferðamenn forðast eru aðrir ferðamenn. Og ég var nú bara satt að segja á Írlandi nýlega og ég sá nú ekki jafn mikið af ferðamönnum í litlum borgum en inn í Dublin var alveg rosalega mikið af ferðamönnum og það finnst mann ekki skemmtilegt sem ferðamanni og maður getur nú grínast líka með það sumstaðar eins og Spáni, ég var nýlega í Tarragona, þar sá ég færri ferðamenn heldur en í Reykjavík og manni finnst maður að vera svona einn af þessum fáu innfæddu ef maður labbar niður í bæ og það er náttúrulega bara raunveruleikinn. Það er þannig, en við bæði Íslandingar hérna heima reynum að forðast ferðamenn á einhverju leyti. Ferðamenn svona, ég veit ekki hvernig ég á að svara þessu öðruvísi. Þetta er veruleiki, en bæði sem heimamanneskja og sem ferðamaður, þá reynum maður að vera einhvern veginn ekki á þeim stöðum sem mikið af ferðamönnum hrúast. Telurðu að það sé hægt að setja einhvers konar kvóta á fjölda ferðamanna hér á ári? Nú er stefnt að því að á næstu 3 árum komi 3 milljónir á Ísland sem þykir kannski ekki tiltöku mál í öðrum stærri löndum en þetta er auðvitað risavaxið hér á okkar landi. Finnst þér að setja einhvers konar bönd, eitthvað skýra regluverk, finnst þér að við ættum að fara að huga að því? Ég veit ekki hvað við þurfum náttúrulega bara, það getur vel verið að það sé mismunandi líka eftir stöðum, það er svolítið skrítið að fara að setja einhverja kvóta inn í landið, ég myndi ekki halda að það væri mjög raunhæft, en jú auðvitað, mögulega þarf að gera eitthvað slíkt og nú er náttúrulega alltaf að vera að tala að reyna að dreifa fjöldaferðamanna yfir árið og það hefur verið að ganga en svo kemur líka alltaf leið og það voru einhverjar spárum að það myndi fækka ferðamönnum þá fóru menn alveg í panik yfir því hvaða áhrif það hefur nú á þjóðarbúið og svo virðist mér nú vera að rætast miklu betur úr þessu sumri heldur en menn héldu. Og þannig að þetta er nú svona jafnvægi, Ísland verður allt í einu núna óskaplega dýrt en þá ætti líka eitthvað að fækka ferðamönnum. Ísland gæti orðið áfram ennþá dýrara. Nú gerist það ekki bara sjálfkrafa það sem við erum að tala að ferðamönnum fækkar sem að koma hérna bara til að tekka í eitthvað box. En ég veit það ekki, þannig að ég veit ekki alveg hvaða reglur en það þarf auðvitað að fylgjast með, það er ekki að blanda saman þetta með öryggi ferðamanna, annars vegar það er bara ákveðið mál út af fyrir sig. En það að takmarka fjölda inn í landið
tryggir ekki öryggi ferðamanna. Þannig að þetta er nú ekki alveg, já, þetta eru snúin málefni og það er alveg hægt að fá tekjur af ferðamennsku en að gera það ábyrgð og með skýrt regluverk náttúrulega varðandi öryggi allra. Að því þú nefnir tekjur, það er oft og mikið talað sérstaklega nú orðið að innviðir séu brostnir. Hér heyrum við fólk tala slæma reynslu af bara heilbrigðiskerfinu, skólakerfinu jafnvel og þar fram eftir götunum. Hvers vegna heldurðu að þessar miklu tekjur sem hafi komið inn í landið síðustu ár séu ekki að skila sér á þessa staði? Sko, ég skil til dæmis ekki af hverju við erum ekki með gistináttagjald. Það finnst mér vera alveg óskiljanlegt. Það hlýtur náttúrulega að þurfa að vera og mér skilst nú, þú nefndir ekki þjóðvegina og vegakerfi, það er bara líka slysagildra. Þar erum við, og sérstaklega þegar það kemur vetur, að þá fáum við fólk hingað til lands sem kann alls ekki að keyra og skilur ekki hvað þetta eru miklar hættur sem að leynast hérna, þannig að en bara fyrir alla þá þarf að bæta öryggi, öll þessi aukna umferð þegar við slitið vegunum fyrir utan alla þungaflutninga á íslenskum vegum, þannig að eiginlega allsstaðar það sem að kemur er gistináttagjald og mér finnst það er náttúrulega bara forgangsatriði að við séum að taka af þessum tekjum og það er okkar leið, við erum land þar sem við tökum skatta af þeim auðlindum. Já, þeim einmitt, já, og ferðamenn eru einmitt hluti af þessari auðlind og það segir sér sjálft að þá að fara í uppbyggingu á innviðum meðal annars vegakerfi og svo náttúrulega öryggismál, önnur öryggismál en vegakerfi er stórt öryggismál. Þakka kærlega fyrir þetta. Já, takk sömuleiðis. Kristján Jónsson. Sæll Kristján, við erum að velta fyrir okkur túrismanum eða ferðamannaiðnaðinum og svona, við hefum heyrt sjónarmið ferðaþjónustunnar og yfirvalda og svona hagsmunaaðila en kannski síður hvað fólkinu finnst túrismann og þennan stóra mikla iðnað sem hefur svolítið á skömmum tíma. Fæ ég orðið mjög áberandi í íslensku samfélagi. Ertu sáttur við hlutina eins og þeir eru eða viltu gefa í eða bremsa? Ég er mjög ósáttur við hlutina eins og þeir eru og mér finnst allt of langt gengið fyrir lifandis löngu. Og í rauninni, það sem að mér finnst algjörlega hafa farið fyrir ofangarð og neðan í þessari umræðu, að ferðamenn eru mjög kvikar tekjur. Það þarf ekki mikið að gerast til að ferðamenn eða annað landlendi tísku ferðamenn dragi úr ferðum sínum hingað eða eitthvað því líkt og þegar heilt þjóðfélag ætlar að fara að hafa þetta sem atvinnuveg númer 1 þá er að koma á mjög hála braut og ég er fullkomlega á móti þessu. Og já, það er bara afdráttalaust. Myndirðu þá vilja sjá harðari reglur eða svona ramma eða stjórnvöld myndu með einhverjum hætti, svona bara fastari hætti grípa í taumana? Já, ég myndi vilja sjá það og það vill nú hann til að við stöndum hérna fyrir fram að kvikmyndahús. Inn í þetta kvikmyndahús er selt. Það kostar ákveðið miðin og það er ákveðið upplag af miðum í boði. Ef að þú mætir of seint á vinsæla mynd þá tekur það sénsinn á því að það sé uppselt og þú komist ekki á þá sýningu. Ég vil hafa sama fyrirkomulag í sambandi við ferðamenn. Ísland þolir ákveðið magn ferðamanna. Áður en allt er orðið undirlagt, náttúran fótum troðin og hálfa ónýtt. Ég vil setja mikið strangari skorður á magn ferðamanna og hvernig gengið er Einhverjum myndi segja að, þú segir kvikar tekjur en einhverjum myndi segja að þetta er samt þó tekjur og það miklar en þær raunverulega að skila sér til almennings? Ég þori ekki að fullyrða það en mér hins vegar ég held ég muni það rétt að ferðaþjónusta sé undanþegin virðisaukaskatti og það þýðir að þarna er gífurlegu fjöldi ferðamanna
það ferðaþjónustan orðin svona hálfgert lotteri. Allir að gera það óskaplega gott þó þeir barmi sér og þeir telja sig ekki geta greitt virðisaukaskatt eins og aðrar atvinnugreinar. Og þetta álægið á innviðina í takt við þessa gríðarlegu fjölgun fólks. Við erum að tala um 2,5 milljón á ári og svona stefnan að á næstu 3 árum verði hér alltaf 3 milljónir sem að fari landið en þessar tekjur og þessi skattur, hann ekki að skila sér í betri spítölum og í betri skólum og í bara úrræðum fyrir allt þetta fólk. Nei, það hárrétt. Ég ætla að benda þér á það að í gær birtist frétt af Landhelgisgæslunni sem nú okkar eini vísir að, ég veit ekki hvort ég má kalla það her, en hún gætir landhelginnar og hún sinnir gífurlega mikilvægri sjúkraþjónustu eða sjúkraflutningaþjónustu með þyrlusveitinni. Og fréttin í gær snýrust það að 1,5 milljarð kostar að manna út á flugvelli í staðin fyrir að menn séu staddir einhvers staðar og fái bíp á kaltækinu sínu til þess að mæta í flug og fara að bjarga fólki. Sko, ef við eigum ekki 1,5 milljarð í þetta, hverju óskopunum erum við þá tilbúin til þess að fara að taka á móti einhverju viðbóta skriðu af ferðamönnum? Við erum algjörlega á villum vegar. Finnst þér að þessi fjármunir, það mætti sækja þá bara beint úr vasa þeirra sem eru í ferðaþjónustu? Ég veit það ekki svo sem vegna þess að mér ekki nógu vel kunnugt það með öll þessi útköll Landhelgisgæslunnar sem að kosta mikið. Mér ekki nógu kunnugt það hvort það einhver trygging eða eitthvað sem að greiðir tilbaka eða hvort að þetta bara framlag þjóðarinnar fyrir reiðhjólamenn sem detta á hausinn einhvers staðar upp á Laugavegi eða konur sem snýr sig í fjallgöngu eða túrista sem að keyrir eins og fábjáni og lendir í árekstri á innbreiðri brú. Ég veit ekki hvernig þess háttað en ég segi það að Landhelgisgæslan okkar, hún svipur hjá sjón og það þyrfti að stórefla hana. Til dæmis með því að stytta útkallstíma björgunarþyrlana með því að menn séu á staðnum. En það kostar sitt. Og hver á að borga? Ekki ég sem aldrei fyrir þyrlu og valla út fyrir bæinn. Það hljóta þá að vera þeir sem að nýta hvað mest þessa þjónustu, þeir sem aka vegi landsins og þessar 3 milljónir tilvonandi ferðamanna sem ætla að tróða landi niður. Ég hef trú á því. Átt þú svona uppáhalds stað á Íslandi sem að þú hefur séð breytast hratt núna síðustu ár? Ég get ekki sagt það vegna þess að ég ferðast ekki mikið Ísland. Ég gerði það fyrir einhverjum áratugum síðan en það eiginlega sama hver ég kem að ég ekki rasisti en þetta ferðamannaflóð fer alveg hræðilega í taugarnar á mér. Og við hjónin fórum fyrir það bil ári akandi austur að skógum til að skoða þar samgöngusafnið og skógasafn. Gengum upp að Skógarfossi ef göngu skildi kalla og við vorum eiginlega bara góð að komast þangað fyrir mannfjölda sem allt voru erlendir gestir. Þannig að þetta hlýtur að bitna á jörðinni, mosanum og öllu í kringum okkur. Og mér skilst eftir fréttum fyrir stuttu að Laugavegurinn, sú góða gönguleið, sé orðin svo ofsetin af göngugörpum og ekki hvað síst ferðamönnum erlendum að það horfið til vandræða. Ég gekk þar með konu minni fyrir fjöldamörgum árum en hef ekki komið þar aftur og langar kannski ekki til að sjá í hvað ástandi Laugavegurinn núna.
Það er svolítið skrítið ástand, sumir segja villta vestrið, vegna þess að það vantar einhvern skýran ramma eða kannski bara einhvers konar bara svona leiðbeiningar hvernig við skulum hátta þessum málum. En við kannski vonum að stjórnvöld fari nú að stíga fastar að, er það ekki satt? Ég vona, en ég hef enga trú. Það er bara þannig. Stjórnvöld hafa gripið þennan feita bita feginshendi. Þetta hefur veitt mörgum atvinnu. Ég er sjálfur hundleiður á því að koma í verslanir hér og þar í grennd við borgina og jafnvel hér innan borgarinnar þar sem að afgreiðslufólki byrjar á því að segja English please þegar ég bið eitthvað á mínu móðumáli og mér finnst þetta allt saman, allt of langt gengið, það er bara mín skoðun. Finnst þér að stjórnvöld ættu þá að gera einmitt meira að því að hlúa að nýjum Íslandingum sem hingað koma til þess að vinna og aðstoða þau til þess að læra íslensku? Ég myndi ætla það og mér ekki minni til að því eru hann það gamall þegar að hingað kom til að mynda flóttamenn 1956 frá Ungverjalandi þegar þar var vandræðaástand. Þetta var frábært fólk, vel menntað, hæfileikaríkt og gott fólk. Það bæði tók upp íslensk nöfn og lærði íslensku og ég virði verulega við fólk hversu bjagaða íslensku sem það talar ef það reynir. Og ég vil að sé hlúið að þessari kennslu, tvímælalaust. Einmitt, af því að öll erum við jú bara fólk og viljum vera partur á samfélagi. Þannig að einhvers staðar hefur við farið svona út af ef að fólki gerist reynilega ekki kleift að læra íslensku sem er svona frumforsenda þess að taka þátt í samfélaginu. Já, ég er algjörlega sammála þá og ég sár vorkenni til að mynda kennurum. Nú voru bæði tengdabörn og börn, eða barn mitt kennarar og ég sár vorkenni þessu fólki vegna þess að nú er það farið að fást við svo fjölmörg þjóðerni og tungumál í hugsanlega einum og sama bekknum í skóla. Ja, það er ekki þrautalaust að komast í gegnum eitthvað námsefni. Enda tökum við eftir því bæði í PISA-könnunum og öðru að námsárangri og stöðu barna hefur hrakað ístyggilega. Þannig að við verðum að opna augun og fara að gera eitthvað í þessu. Þetta er nú eitthvað sem að kannski ferðaþjónustan, skattur af ferðaþjónustunni geti aðstofað við. Ég myndi ætla það því að það er ekki, ég er nú gamall bókari sjálfur og ég held að geta ekki verið svo flókin greining að vinna að finna hverjir er að nota hvað af landinu til þess að við getum þá ákveðið á réttlátan hátt að þeir hinni sömu greiði fyrir það sem þeir eru að nota. Þannig líti ég á það. Takk kærlega fyrir gott spjall. Takk sömuleiðis. Jóhanna Olsen. Jóhanna, hvað finnst þér persónlega ferðamannastrauminn? Ferðamannastrauminn? Já, eða svona iðnaðinn og strauminn og þetta, já, hvað var að segja, þetta batteri sem er svo mikið í umræðinni. Já, ég meina, er ekki allt, við fáum tekjur inn af ferðamannunum, en svo er með spurning hvað má vera mikið, hvenær nóg er nóg. Já, þú nefnir tekjur, þá eru það að skila sér svo aftur einhvern veginn inn í samfélagið af því að nú erum við að sjá innviði víða brotna en hér eru tekjulind sannarlega en hvar eru, já það er einhvers staðar eitthvað rof þarna á milli virðist vera. Já, tekjurnar liggja einhvers staðar, peningarnir er komin í banki. Þannig að einhvers staðar lítur peningarnir að vera, það lítur að renna til okkar allra. Og það er svona, þú kannski ekki fylgst með umræðinu mikið síðustu daga en það er tekist á svona ábyrgð og hættur og ýmislegt annað. Finnst þér að við ættum að vera með svona stífara regluverk á þessu málum? Já, það má alveg nota þessar tekjur til að minnka hættunar. Þessar tekjur sem ferðamann skilur að sig, það renni í það. Akkurat. Takk hérlega fyrir þetta. Það er ekki málið. Georg Holm. Georg, hvað finnst þér túrismann á Íslandi? Stórti spurt. Bara
ég held að sé bara margt jákvætt og margt neikvætt líka. Ég held að sé svona nett, kannski svona gullgrafara eitthvað svona attitúd í gangi í sumstaðar en alltaf svo gaman að fá fullt af fólki samt líka. Finnst þér við ættum að setja einhver bönd á svona, eða koma einhverjum böndum á hversu margir geti komið inn á ákveðin svæði á hverjum tíma eða hreinlega bara stýra því hversu margir geti heimsótt Ísland ef við getum það einhvern veginn? Nei, ég held ekki. Nei, mér finnst bara það er náttúrulega, ég skil vel hugsunarháttina, það eru margar náttúruperlur og það er að passa upp á þær og svona, en ég held að endilega búið til bílastæði og rukka sé ekkert endilega kannski besta leiðin. Ég veit ekki hvað er besta leiðin, kannski veit það ekki, kannski er ég að tala með rassinum, ég veit það ekki, en ég hef kannski ekki sett mig nógu vel inn í það, en eigum við ekki öll bara þessa jörð og eigum við ekki öll að fá njótinar, held ég. Heldurðu að, gagnrýnin hefur kannski verið á þetta átróðningurinn mitt og orðin svo mikill og heimamenn í svona litlu plássum, þeir eru orðnir langþreyttir á að einhvern veginn mæta afgangi og ágangi ferðamanna og kannski maður veltir fyrir sér í því samhengi hvort að það sé mikilvægt að svona breyta forsendum einhvern veginn á bakvið það að fólk komi til Íslands. Það er eitthvað svona einmitt eins og þú segir gullgrafaræði hjá þjónustunni en þegar fólk kemur hingað þá virðist að vera svolítið svona í einhverju svona ævintýraleit í ævintýralandi og það kannski eigi ekki alltaf við. Ertu sammála þessu? Já, ég veit það ekki sko. Ég held bara þegar ég pæla aðeins í þessu þá ég held að það sem skiptir mestu máli er skipulag bara á hlutum. Ég held að það sé, og kannski eigum við að líta til annarra landa, af því að það eru fullt af öðrum löndum sem að taka á móti miklu fleiri túristum heldur en Ísland nokkuð tíman. Við erum náttúrulega fá, þannig að ég skil vel að það er kannski flókið, en það er nóg pláss. Þannig að ég held að þetta sé rosalega erfitt og ég held að allir hafi sína skoðun, ég held að það sé líka annað vandamál og ég held að annað vandamál líka, Íslendingar eru örugglega skoðunarglaðasta þjóð sem til held ég, allar sem ég þekki, þannig að allir hafa sína skoðun og allir hafa rétt fyrir sér. Þetta er rosalega erfitt held ég held að aldrei neitt verði, það verður aldrei allir sáttir. En það væri óskandi að vera hægt að finna einhvern milliveg, en ég held að það væri rosa sniðugt að líta á aðra þjóðir sem að taka á móti miklu fyrir túristum heldur en Ísland. Ísland að flatarmáli er stórt, við erum færri, en það þarf bara kannski einhvern veginn að læra af reynslu og skipuleggja sig vel. Ég held að sé ekki endilega að loka svæðum eða gera alltaf af endilega, en það væri kannski bara einhvern veginn, það er náttúrulega, maður sé náttúrulega það sem var að gerast bara í gær var náttúrulega alveg hræðilegt og maður skilur vel að þetta er rosalega erfitt. Þetta er strönd og náttúrulega svo er líka það að fólk ber ábyrgð á sjálfu sér, þannig að það er ekki alltaf hægt að bera ábyrgð á öllum en á sama tíma. Kannski svona þegar það kaupir sig inn á svæði þá reiknar það kannski með, kaupir það í leiðinni eitthvað svona falskt öryggi, en þú ert svona að meina að vandamáli sé í rauninni ekki fólkið sem kemur í heimsókn, heldur kannski svona stjórnsýslan í kring. Ég veit ekki, ég held að eins og ég sagði samt líka og náttúrulega kannski þarf fólk að passa sig líka. Ég held að gefa auga leið og eftir ekki vera hlaupón á glóandi hrauni. Ég held að það meikaði senn sko, en virðist ekki alveg vera, en fólk gerir alls konar skrýtna hluti. Það er ekki hægt að bera ábyrgð á öllum, en auðvitað náttúrulega erum við samt fólk og við berum svolítið samt ábyrgð á hvort öðru líka. Passa upp á hvort annað. Myndirðu segja að, hefur ferðamannaiðnaðurinn gert eitthvað svona fyrir þig persónulega eða svona eitthvað breytt ykkur í þínu lífi? Góð spurning. Nei, ekkert svona sem að poppar upp í hausnum með svona fljótu bragði sko. Ísland hefur breyst síðan að ég var krakki, en það er kannski bara fullkomlega eðlilegt. Það væri skrítið að það ekki gert það.
Ég veit það ekki. Nei, það verður ekkert breytt lífi mínu neitt sérstaklega, sko. Nei. En hérna, ég bara, þú veist, jú, það kannski, þú veist, miðbær Reykjavíkur til dæmis allt öðru heldur en það var. Ég held að það sé alveg staðreynd, ég held að sjáu það allir. Hann náttúrulega svona kannski fókuseraður á ferðamanniðinað. Ég ætla ekki að segja hvort það er gott eða slæmt, en þú veist, það er öðruvísi en það var. En hérna, jákvætt eða neikvætt, ég ætla ekki að dæma það. Er þetta landkynningu heima að kenna? Kannski smá, sorry. En ég held að, þú veist... Það er næsta mynd, sorry. Já, sorry, já, ég held að það verður kannski bara svolítið góð mynd. En ég held að, þú veist, hvort sem að það hefði gerst eða ekki, hvort sem við gerum þá mynd eða ekki, veit ég ekki. Það er aldrei hægt að segja eftir á. Það er ekki til enn sem heitir. Kannski, það er bara svona eru hlutinni núna. Fólk ferðast í 100.000-tali, milljónatali. Já, fólk gerir það og Ísland er spennandi, Ísland er fallegt og ég skil vel að hverju fólk kemur og vil sjá alla þessa fallegu staði, mér finnst það bara æðislegt. En hérna, já, ég held að það þurfi bara að vera rosa vel skipulagt allt og hver ber ábyrgð á því, það er ekki mitt að segja. Ekki þú? Nei, bara svona sem partur af samfélaginu, jú, vissulega, en þú ætlar ekki að sjá að skipuleggja þetta? Nei, það er ekki alveg mitt jobb, en samt sem það ég, þú veist, já, mér finnst ég alveg bera ábyrgð á bara fólki í kringum mig, já. Hvað er uppáhalds náttúruperlan þín? Er eitthvað svona staður sem er svona sérstaklega, já, bara einhvern veginn þér kær eða fjölskyldinni eða eitthvað svona sem að eitthvað sveitafélag sem kallar? Já, sko, núna fyrir mér eru Dalirnir fallegasti staður á Íslandi. Það finnst mér rosa falleg. Mér finnst reyndar líka, ég verð að viðurkenna, ég uppgötaði bara nýlega, Reykjanesskaginn er ótrúlega fallegur og mér finnst hann svolítið falin perla sem að fólk gleymir, sko, sérstaklega Íslendingar. En ég held að svona magnaðasti staður sem ég nokkuð komið á Íslandi er örugglega Dettifoss. Fól. Já, akkurat, fól. Takk kærlega fyrir þetta, Gógi. Bara takk sem leiðis. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.